Líffræðilegri fjölbreytni hnignar mjög hratt á heimsvísu. Fyrir því eru margar og vel þekktar ástæður sem að spila saman. Í grunninn þá of margt fólk í heiminum og neysla okkar eru mikil og þetta birtist á ýmsan hátt. Við tökum mikið land undir ýmiss konar mannvirki, matvælaræktun og fleira. Loftslagið að breytast og svona það eru margir stórir þættir sem að spila saman og hafa mjög mikil áhrif á lífríkið sem að hnignar víða. Við höfum ekkert farið varhluta af þessu hérna heima. Það eru fjölbreyttar skuldbindingar sem við Íslendingar höfum undirgengist varðandi náttúruvernd og náttúra Íslands eru margt einstök. Við erum aðalega að rannsaka mófugla. Þeir kannski endurspegla dálítið vel svona almennan vanda í náttúruvernd vegna þess að þeir verpa dreift á landi innan aðra landnotkun. Stundum þegar við erum að vernda náttúruna þá auðvelt að draga línu í kringum mikilvæg svæði. Við getum nefnt til dæmis fuglabjörg eða mývatn eða eitthvað slíkt. Þá getum við náð góðum árangri í náttúruvernd. En mófuglarnir þeir hins vegar verpa mjög dreift og nánast öll landnotkun okkar mannanna hefur áhrif á þá. Þegar við erum að bæta skilyrði okkar, þegar við erum að bæta vegasamgöngur, búa til sumarbústað, fjölga túnum, þetta hefur allt áhrif á mófuglana og rannsóknir okkar hafa kannski snúist dálítið það að reyna að ná utan þessar landbreytingar og áhrif þeirra á þessa einstöku íslensku mófuglastofna sem eru heimsklassa fyrirbæri.